Við erum velkomin í bíóbílinn, það Arnór, Heimir og Knútur sem heilsaðir, pluss einn gestur, það hún Agla Sól úr Kvikmyndaskólanum. Og við fórum á Babadook, eða The Babadook. Babadook. Já, og klukkan 2:10. Ekki eftir hádegi, já. Nei. Hvað getur maður að byrja? Þetta Hrollvekja? Ástrálsk? Ástrálsk hrollvekja. Þetta er ekki hrollvekja, þetta er gamanmynd. Ok, þá þetta er gamanmynd. Þetta er hræðileg mynd. Þetta er hygglísmynd með svörtum húmor. Já. Leikstjórinn heitir Jennifer Kent. Ég veit ekki, ég held að þetta sé hennar fyrsta kvikmynd í fullri lengd. Allavega sem hún leikstýrir. Já. En hún hefur leikið í ýmsu öðru. Og já, myndin fjallar einstæða móður sem heitir Amelia sem sér soninn sinn sem heitir Samuel og hann heldur að hann sjái eitthvað skrýmsli sem heitir Babadook. Og það á að koma upp úr bók sem birtist bara skyndilega. Já, þetta segja Babadook og þá birtist hann. Hann bankaði því svo. Já. En hann Samuel, hann fæddist sama dag og pappan stó. Já, heppilegt. Þannig það spurning hvort það sé svona, hvort að faðirinn sé að andsetja þau eða ekki, en það svona, kemur kannski í ljós. Já. Það fyrir eftir því hvernig horfur á það. Já, hvernig varst ykkur myndin? Mjög góð sko. Já. Hún var hryllingsleg. Já, hún var hryllingur. Hún var hrollvekjandi. Hún var það, en þótt maður æpti ekki, þú veist, já, mjög mikið, en maður var samt alveg, þú veist. Mér fannst myndskotin alveg flott og svona, leikstjórinn notaði mikið hljóð til þess að hræða fólk. Já. Og já, þetta bara betra en þetta sko, en já, mér notaði líka granælu hljóð úr Jurassic Park, ég veit ekki alveg af hverju. Já, ég tók ekkert eftir því. Náði hún eitthvað að hræða ykkur þessu mynd? Já. Já, þú veist. Sorry, en já. Ég er hræðslupúki, ég segi það bara. Ég hef svona hélt fyrir eyrunum með svona augur hérna sem ég myndi ekki sjá henni þegar það var svona hræðar. Það var mest allan tíma svona svo þú myndi ekki æpa, þú veist. Já. Þú stelpar svona aðeins. Þú stelpar hérna aðeins. Já, það var nokkur atriðanna sem að ég fór á Annabelle daginn og ég kannski boraði hana saman við þessa. Annabelle er meira svona Hollywood framleiðsla og þú veist, rosa myndalegi leikarar sem geta ekkert leikið sem að leika hlutverkinn og einhvern veginn. Hún virkaði alveg vel á salinn, það voru allir að skýta á sig í salnum. Akraneysingar mjög vel að hræða þá. En þessi mynd er svolítið svona meira kannski sálfræðilega hrollvekjandi. Þetta er svona vinnur alltaf að þú veist, virkar alltaf á ímyndunaraflið. Já. Maður var allan tíman, þú veist, svona að búa sig undir svona scare. Já, það er eitthvað svona still frame kannski af myrkrið eitthvað og þú bara, Babadook er að koma. Svo nei, hann kemur ekki. Svo, hann kemur. Og þetta er einmitt spurning hvort að hvað heitir konan þessar? Amelia, hvort að hún sé í rauninni geðveik eða ekki. Já. Það er í rauninni ekki svarað, en það er samt svona út af því að sonurinn hann á að geta séð eitthvað, en það er spurning hvort að hann sjáu bara mömmu sína vera að gera alla þessa hluti. Já. Já. Þetta er akkurat svoleiðis mynd, hún er svona sálfræðilega trufluð kannski, en það voru örfá atriði sem mér fannst actually fyndin og pínu kjánaleg. Það er eins og þegar að mamman er hún einhvern veginn hoppar svona á hurðinni eins og górilega. Hún einhvern veginn haldi á hurðarkamerum og allar einhvern veginn að brjótast inn dyrnar með fótunum. Það var mjög gott atrið. Þetta er eins og Shining með slapstick eða eitthvað. Já, þetta var eitt atrið var svona eins og Shining plus Home Alone. Já. Það var mjög fyndið. Þegar sonurinn berst við móður sína, það er smá Home Alone atriði. Ghostbusters dæmi eitthvað. Já, þetta var... Hvernig fannst ykkur þegar hún drap hundinn? Spoiler. Já. Wow, man. Mér fannst það, ég veit það ekki, ég held þessi fyrsta skipti sem maður kannski sér dauða af dýrum. Og ég reyndi að við horfum ekki allan kredlistanum þannig við vitum ekki hvort að eitthvað hundur dó við gerði þessa No animals were harmed during the making of this picture. Maybe. Já, maður veit það ekki. Kannski. Kannski, þú veist, allt er leyft í Ástralíu, ok. Þetta var bara mjög It's okay, mate. Mjög leiðilegur nágrannahundur.
Já, ég heyrði á salnum að heyrðist í einhverjum pínu skræki eitthvað ekki hundur, hortum þetta og þú veist, ég bara svona, mér er alveg sama en já, ég borða hunda í morgumat ég borða hunda í morgumat en já skildi eftir bitandabjör af hundurum, þú veist Einar Loppur og þetta var brandarahort Heimir hérna já, þessi myndi mig kannski pínu á Rosemary's Baby og Exorcist svona með þetta er svona, það er meira sálfræðin sem maður að reyna svona hræða þig sko heldur en kannski myndirnar sko það var eitt atvið sem myndi mig á Poltergeist það er með þegar hún vil byrja þú veist að hristast að hristast já, hvað sem hrollvekju unnendum finnst ykkur þessi mynd vera eitthvað svona klísukennd eða vera að nota mikið úr öðrum kvikmyndum? Ég er mikill hrollvekjandi mér fannst hún ekki klísukend mér fannst það mjög jákvætt við hana mér fannst, persónulega finnst mér hún betri heldur en Annabelle ég mæli frekar með þessari mynd heldur en Annabelle að því bara basically að leikurinn er betri og myndatakan er betri og þú veist, sagan er betri og hún er einhvern veginn þú veist, þetta er ekki svona superficial Hollywood mynd þú veist, þetta er meira frekar svona arti, þú veist, hrollvekja og ég fíla það alveg þó að það voru pínu atrið sem voru svona kannski out of place en þau eru svo fá að það einhvern veginn þú veist, þau eru ekki það mörg að hún var asnaleg myndin hún var alveg að virka fannst mér en já, hvað fannst ykkur? Agla, þú sagðir að þetta verður meira gamanmynd hvernig fannst þér hún? Ég hef ekki horft á hryllingsmynd sem sko Scary Movie 4 kom út það er ekki það er víst hryllingsmynd ok, woman já, ok bara þetta er rassismi það er ekki meira svona raðmorðingi svona, já, allavega já, hún var mjög hryllingsleg ég skal gefa það já, hún var það viljið þið fara út í einhvern eða viljið þið tala eitthvað meira um myndina? kannski minnast á það að þetta er fyrsta myndin sem að bíóbílinn fer á Riff já, Riff-mynd þetta er líka svona fyrsta hrollvekjan sem við tökum fyrir hérna í þessum þáttum nema við til með The Other Woman já, það er rétt það var ekki ánægilegt ég mun gráta mikið ef ég horfa á hana ég fæ ennþá mökkaður þetta er Agla hefur það gaman að þessu skipta lög ég sagði með plastlög þetta er hinnlega bara orðið, þú veist, að óþægindum þetta er ekkert ekki, við skulum bara sleppa að tala um þá mynd við viljum ekki rifja það upp sko. en það eru samt mjög líka þessi mynd er ennþá til en eins og The Babadook, hún er til og hún mun, þú veist, hún er, ok, skiptir einhver það eru, það sem sagt ef við segjum svo þá finnst mér krakkinn, hann er mjög svona hræðilegur, ég veit ekki hvað það er, hann er bara eitthvað við hann að krakka andlitið á hann er mjög stór augu hann er svona mjög creepy hann er bara hérna ógeðslega stór augu maður er alltaf að búast við að andlitið á hann breytist í eitthvað miklu verra það var þetta svolítið gott þegar það kom, þú veist, eins og maðurinn hennar birtist þá svona bjóst maður kannski við að það myndi breytast í þetta skrýmsli, þetta Babadook mér fannst líka, ég veit ekki með einhverjum, mér fannst teikningarnar mjög skemmtilegar bókin var og mjög creepy, mér fannst það mjög fallega skreitt þeir eru svona hryllingsmynda unnendur það mun örugglega verið gefin út bók þannig að fylgjast með því eða verið gefin Babadook auðvitað það sem kemur hnífur og bara drepur þig strax takk fyrir að kaupa þessa bók við byrjum enga ábyrgð á því sem að gerist eftir að opna þessa bók ég vil bara fara út í einhvernir eða? Ég skal bara byrja eins og mjög oft, ekki alveg alltaf en mjög oft við erum í stjörnukerfi í þessari seríu ég mun gefa henni svona 4 stjörnur, ég mun ekki gefa henni 5 stjörnur út af því að mér finnst endurinn einhvern veginn ekki alveg nógu fullnægjandi fyrir mig en 4 það fyndið en ekki sem hrollum þetta er ekki beint hún hefði getað hrætt mann meira undir lokin það er eina sem ég hef að segja annars leikurinn vel, það er náttúrulega geðsjúk móðir klikkað barn hlægir mikið þetta var góð tíma David, þú virkar ekki lengur bara einu sinni en allavega, ég gef þessari mynd 4 stjörnur og náttúrulega ef þið eruð á leiðin á þessa mynd í bíó, hún er bara sýnd núna Riff og meðan það stendur yfir, ég veit ekki hvað það er lengi er hún sýnd ofta reynir? hún var sýnd í gær síðustu helgi hún er sýnd núna, eða allavega á laugardaginn
Ég held að það sé síðasta sýningin samt. Já, það getur verið. Lokar á morgun, sko. Það var allavega hellingur af fólki í bíói. Já. Gæna vinsæl mynd. Já. Það var mjög mikið samþykki einhvern veginn. I get it. Já. Það var mjög ég veit, sko, bíóhópurinn, mér finnst hann vera mjög mikið svona af ungu fólki þetta var hann. Ekki unglingum, heldur bara ungu fólki. Allt saman heipsterar. Nei, já, þetta var bara fjölbreyttur held ég áhörða hópur. Síkver. Knútur, viltu gefa þessu einhvern? Kúturinn minn. Ég veit eiginlega ekki, sko. Ég þórið ekki. Ég hættur þessu. Já, ég ætla að gefa henni bara annarkvort 3,5 eða 4. Ég ætla að gefa henni bara 4 stjörnur. Mér fannst hún alveg frumleg og... Nei, ég með Opal. Ég var Ég finn það. ánægður hvernig hún kom með skemmtilegar hugmyndir, svona fyrir hrollvekjumyndir, svona til að hræða áhorfendur. Og flest af því virkaði. Ekki endilega allt, en flest af því virkaði. Og ég vonaði að það hafi verið að hlusta á mig en ekki í þessa hálfleiðina aftur í. En já, ég ætla að gefa henni 4 stjörnur og þið, annarkvor af ykkur á sviðunum megið byrja. 4 af 5 stjörnum, góður leikur. Mjög svona... Þú sýna kannski allir það meira. Mjög creative svona, þú veist... Hvað er ljósið þeim? Babadúkin sjálfur. ég minna. Já, hvernig myndi það þýða Babadúk á íslensku? Ég held að... Hún var óvæðin. Já, óvæðin var mjög skemmtilega svona... Brjálaði. Hönnuð. Baddi. Já, þú veist, já, Baddi. Baddi brjálaði, ég veit ekki. Já. Þetta er svona Kobbi kviðvista dauðans. En, já, góð leikur, flott mynd, virkilega vel klippt svona með hryllingsmynd. Það að segja, hún hélt eiginlega í ákveðna spennu allan tíman. Já, fyrir það kannski í nokkuð atriðum það sem, þú veist, já. Mamma breytist í ABBA. Í górilu. Já. En... Það eina sem hún átti eftir að gera það var að henda sínum eigin, já. En þú varst að segja eitthvað? Tölvugjörður kúkur. Þú veist, ég er ekki með neitt meira til að bæta við. Þetta var svona mjög súr mynd, góðan svartan húmor, by the way, sem er mjög óvenjulegt fyrir hryllingsmynd. Pælsandi ég hefði En ég kann samt... Ég kunni samt að fíla það, þú veist. Að þessi mynd hafði alveg húmor, sko. Setta svona rólega undir hurðina? Já. Já. Ég hef með einhver meira að bæta. Please. Agla? Agla? Ég myndi gefa henni svona 3,5. Að því ég er ekkert mikið fyrir hryllingsmyndir. Nei, mér fannst klippið rosalega gott í henni og hún svona leyfði skotunum að lifa en samt ekki of lengi. Og þetta var mjög fyndin mynd. Já. Þótt hún átti ekki að vera það. Já. Held ég. Já, það var ekki öllum pörtum. Nei, ekki það var eitthvað svona pínu húmor í henni. Já, það var alveg húmor en það var ekki, já. Það voru svona atriði sem átti kannski að vera scary en voru fyndin. Sum af þeim, ekki öll. En átti þetta apa-atrið að vera scary? Átti það Ég kalli þetta apa-atrið. Hún bara þau sprut upp huguna á fótunum. Já, sko, atriðið. Málið er að hljóðið sem að kemur þegar hún ber á dyrnar, það kemur á öðrum tímum í myndinni, þannig að maður getur svona ímyndað sér að svipaðir hlutir sé að gerast á þeim tíma. Þannig að þetta er svona útskýring á hljóðinu sem kemur aðeins fyrir myndinni. Já, reyndar. En svona varandi að við séum að segja að þetta sé mjög fyndin mynd að þá held ég að kenningin sé svo að það er verið að setja þig í falskt öryggi með því að láta þig frá að hlæja. Þannig að þú treystir þessi mynd sé ekki eins hræðileg og hún er og svo kemur hún og hræðir þig. Það er eitthvað mjög snjallt. Gera það. Já. Svona, já. Það er ekki svona spennandi tilfinningar. En þinn að tróða bíómyndaköp inn í þetta. Bíómyndaköp? Já. Bíómyndagubb? Já, ég ætla að segja kubb. Bíómyndagubb? Ég hugsa, hvað er bíómyndagubb? Ég hefði að vita hvað. Já, það var bíómyndagubb. Það var svart olíugubb. Já, það var... Þetta var myndlíking fyrir olíurisana sem er að hertaka yfir Palestínusvæði. Ég veit það ekki, hvað? Það er hún að tólka það einhvern veginn. Fjandans, Palestín, nei ok. Ég hef ekkert á móti Palestínumönnum. Bara að taka það fram. Nei, þeir eru ágætir. Skulum bara ekki tala um það. Nei. Við varum að tala um ælu, ekki? Jú, svarta og olíu. Skulum við tala um eitthvað annað heldur en ælu? Já. Já. Höfum við eitthvað meira að segja?
Sjáumst í næsta þætti. Hálfvitar. Hvað næsta mynd, hvað... Já, það gæti verið að við förum á Box Trolls einhvern tímann. Það er verið að sína Pósturinn Pál í Smárabíó. Pósturinn Pál. Pósturinn Pál. Pósturinn Pál. Pósturinn Pál. Og kötturinn, já. Pósturinn Pál. Hvað hefur þú gert? Af hverju Pósturinn Pál? Núna langar við að sjá Pósturinn Pál. Þessa er nachosið mitt. Ok, ef við gerum Pósturinn Pál bíl sem er kannski frekar ólíklegt, en það væri mjög gaman ef við myndum bara syngja út allan þáttinn út því ég veit að það er svona svá söngþema í myndinni. Já. Í hvað mynd? Pósturinn Pál. Við gætum fara á Borgríki 2. Já, við gætum farið á Borgríki 2 en það er meira svona, ég veit ekki hvort ég vilja fara á nót, þetta er svona Ísland að reyna að vera svona Hardcore? Já, eða svona búið til Hollywood hér mynd eitthvað svona mjög astnalegt eins og hvað fíkniefni eða eitthvað. Já, það var mjög skrítið að sjá Ég stjórna markaðinu. Það getur enginn verið hér, svo ekki getum aldrei sjálfum sér. Það var mjög skrítið að sjá það, en ég meina það veit aldrei, kannski. Ég ætla að taka við markaðinu, elska. Já, það er ein líka. En það er náttúrulega, það er komin október, þannig það er mjög líklegt að við förum á einhverja svona, kannski einhver ekki beint hrollvekju, en svona mynd sem eru svona í október feeling, ef að fólk veit hvað ég á við. Já, myndir sem... Greinilega ekki, en það er svona myndir sem að valda ugg. Já. Svo þetta er vonandi fyrsta af fleirum. Já. En já, við mælum bara með The Babadook, en þið getur ekki lengur hort á hana. Hvað sem þið getið nálgast hana? Já. Ég ætla ekki að segja hvernig, en þið finna út sjálf. Já, ég gleymdi alltaf að segja, ég ætla að segja þessu, að hérna konan sem að leikstýra þessu, hún lék í Babe a Pig in the City, þannig bara... Hvað mynd er það? Er það mynd? Það er Babe, þú veist grísinn. Já, ég fann það Babe. Það er framhaldið, það sem að hann er stattur í borg, já. Já, leikstjóri Babadook lék í þeirri mynd. Já. Fun fact dagsins. Þannig að já, bara Já, fínasta hrollvekja. Allir hægt að horfa þetta myndband núna, svo Já. Þannig að þetta er málið. Er eitthvað með, hérna, já. Bless. Er eitthvað fleiri að segja? Nei. Nei. Ekki neitt. Ertu með fjárstringina eða? Ok, bye. Já. Bless.